í Breiðholti, bolti rúlar en. Komið þið sæl, Leiknisfólk nær og fjær, Orri heiti ég og ég ætla að taka hérna stutt viðtal við Gothia faran okkar, Svíþjóða farana sem voru að koma heim eftir príðisgott mót. Hérna eru þið komnið til mín, þið kannski kynnið ykkur bara strákar, hvað heitið þið og hverra manna eru þið? Ég heiti Sævar Atli. Og ég heiti Daniel Finns. Sælir strákar, segið mér, kannski byrjum á fótboltanum sjálfum, hvernig gekk ykkur úti, í hvaða sæti lendi Sævar? Við lendum í öðru sæti sem sagt í B-úrslitum. B-úrslitum, útskýraðans nánar hvað B-úrslit eru. Það sem sagt liðin sem lenti í 3. og 4. sæti riðlinum fari í B-úrslit. Og þar voru þið í öðru sæti. Það er nú bara, er það ekki rétt mér að það er besti árangur Leiknis á Gothia Cup frá upphafi? Jú, ég held það sko. Myndið þið segja hérna, að því ég man að við fórum ekkert í 32 leða úrslit í A-úrslitum, þið myndið segja að hitt væri betra samt? Já, ég er ekki alveg viss. Við reiknum það ekkert setna. Daniel, segðu mér, hversu oft fóruð á McDonald's í ferðinni? Ég veit það ekki, við fórum alltaf mjög oft og já, ég veit ekki. Komuð þið þyngri heim heldur en fóruð út, myndir segja það? Ég veit það ekki, ég var nú ekkert að vera eitthvað mæla það. Þið fenguð ykkur ekki Big Mac á hverjum degi? Ok. Þið fóruð í Líseberg væntanlega, hvernig var svo upplifun? Hafið þið farið í Tívolí áður? Já, ég hef nú farið í Tívolí áður en þetta var skemmtilegast Tívolí sem ég hef farið í allan á. Var hérna Balder opinn, þess að 3 rússibannir stóri, var hann opinn þegar þið voruð þarna? Já, hann var opinn en ég fór ekki í hann. Segir mér annað sem ég kannski heldur viðkvæmari nótur, var þess að slysið á Íslendingnum út á Benidorm búið að gerast þegar þið voruð þarna úti? Já, það var búið að gerast. Og fengu allir símtala af foreldri sínum til þess að tjekka hvort þið ætlið alveg örugglega að sleppa rússibannum, getur það verið? Já, örugglega flestir sko. Djöfissi. Segir mér að síðan farið náttúrulega í Vassarrennibrautargarð sem er mjög skemmtilegur, sem heitir Skara-Sommerland. Voru einhverjar skvísur í þeim hérna Vassarrennibrautargarði? Já, ekkert mjög margar en það voru nokkrar. Einhverjar sem að þið fengu símanúmeri hjá jafnvel og spurðu á nafnið eitthvað svoleiðis? Nei, ég held að enginn hafi fengið neitt símanúmer eða eitthvað. En hver af strákunum var svona duglegastur í þeim efnum, myndið þið segja? Erling og Ísak og Daniel. Þú býttu nú við Daniel, þú hérna segist að ekkert hafi gengið og síðan bara eftir nefndar á nafnið hann og Sævari, ertu eitthvað að halda aftur af mér hérna, halda aftur af þér við mig hérna, þetta eitthvað feiminn? Nei, alls ekki sko, ég var nú ekkert mikið stelpað með eitthvað annað. Það var aðalega fótboltinn? Já, þannig okkur. Já, og árangurinn hann stendur ekki á sér, það er annað sæti í B-úrslitum sem er alltaf bara frábær árangur. Og langar ykkur aftur að Gothia Cup, það eitthvað sem ykkur langar? Já. Hygglust, já. Þá komum press á Þór Einarsson að fara aftur á næsta ári. Takk hérlega fyrir þetta vitastrákar, bara þið standa ykkur þessar hetjur og bara framtíða leiknismenn hérna á ferðinni og við bara þökkum kærlega fyrir tíma sinn.